Komiði sæl og verið velkomin í klefann. Markmiðið að finna leiðir til að bæta árangurinn. Gefum Silju Úlfars orðið. Það að fara í einhverja vegferð, elta einhverja drauma sem að kunna hljóma stjarnfræðilegir þegar þeir eru sagðir. Og þú veist aldrei hvort það muni takast. Það er það ekki hvort að þú uppfyllir þá eða náir þeim sem að skiptir öllu máli. Það er manneskjan sem þú verður á leiðinni þangað. Það eru hæðirnar sem þú munt finna fyrir. Það eru djúpi dalinir sem að virðast vera svo djúpir að kemst aldrei upp á þeim. Þannig að, já, bara hvatningarorð til ykkur allra. Eltið ykkar drauma, sama hverjir þeir eru. Hvort að markmið náist eða ekki, það er ekki sem að skiptir öllu. Það er man ekki hvaða gríski heimspekingur sagði það, en guðirnir öfunda okkur, af því að við erum dauðleg. Það við vitum ekki hvað mun gerast, við höfum bara takmarkaðan tíma og hvernig við fjárfestum honum í að vera besta útgáfan af okkur sjálfum er í raun það sem þetta snýst allt um. Ef þetta væri garanterað fyrirfram, ef ég hefði vitað að ég myndi komast í úrslit á þessum Ólympíuleikum eða vinna á, þá hefði ekki verið jafn sætt að reyna að komast þangað. Þannig að já, bara stökk út í djúpulaugina. Áfram Ísland. Anton, hann er mættur hér í klefann. Vertu velkominn. Takk hérlega fyrir. Herru, þetta var svaka ræða sem að fórst með hann í beinni útsendingu og RÚV, beint eftir síðasta Ólympíusundið. Var þetta bara planað eða var þetta svona bara moment? Já, þetta var svona 90% moment, 10% planað. Það var seinasta svona ræða eða viðtalið sem þið taka á einhverju svona risamóti. Já. Ég ætla eitthvað aðeins að halda áfram að busla en það er ekkert að fara að vera þessum mælikvarða sem búin að vera núna. Þannig að ég myndi kannski seinast að tækifæri mig til þess að koma einhverjum jákvæðum skilabóðum frá mér og maður hafði bara mikið að segja og mikið ósagt eftir viðtali hjá Einari, þannig að ég bara baða mækin og bara lét þetta flæða, sko. Já, mér finnst þetta ekkert smá töff, sko. Já, það var ekkert eitthvað nákvæmlega skipulagt, meira bara það sem svona stóð mest uppur eftir að hafa farið gegnum þetta ferðalag, sko. Já, en þú talar einmitt að stökkva út í djúpu laugina. Ertu að gera það núna með því að flytja heim og byrja að vinna? Já, þetta er alltaf bara algjörlega nýtt líf sem að mun taka við núna, algjör kaflaskil, en maður er bara spenntur fyrir því, maður finnir það innra með sér og ég hef aldrei fundið fyrir því þannig að segja áður að það sé svona innri köllun í að fara að gera eitthvað annað. Það var rosa mikið af ókláruðum verkefnum í lauginni sem maður vildi að reyna að ná og geta gengið frá borðið þá að vitandi að maður hafi lagt allt í það. Það myndi kannski ekki takast fullkomlega en þá allavega reyndi maður að fremsta megni. Heldur betur. En þú talar líka að elta drauma. Þannig að mín pælinga er, ertu búin að finna svona næstu drauma og markmið til að elta? Maður svona þarf aðeins að koma kannski... Lenda. Já, aðeins að lenda og ná aðeins áttum, en maður er með svona ýmsar svona hugmyndir og maður bara byrja í nýri vinnu og það verður ótrúlega spennandi að koma sér vel inn í það og reyna að vera eins frambarlegur maður getur þar, nýta allt sem maður hefur lært úr íþróttunum og koma því inn á þá atvinnumarkaðinn, en svo líka bara munum við alltaf halda fram að berjast fyrir íþróttum og fleira, þannig að það er nóg að taka. Ég kalli þetta oft svona meðgöngutíma, að maður þarf svona aðeins að fá bara að ganga með hugmyndinar í höfðinu og svona, þú veist, og svo allt inn er þetta tilbúið. Þannig að þú ert á meðgöngutímaninu. Já, en já, það var svona ákvörðun tekin fyrir nokkrum mánuðum síðan að kannski einmitt í enda undir lok 2023 að það var svona spurningin hvort ég muni koma aftur til Íslands yfir höfuð eða bara verið áfram í Bandaríkjunum. Alltaf kannski allan upp á fjárhagslega gera mjög skynsamar að bara búa í Bandaríkjunum og alltaf kannski svona yfir höfuð meiri tækifæri þar í atvinnulífinu, en á sama tíma ég er ótrúlega heppinn með þá stöðu sem ég er núna í dagina heima og bara já, lífið er hérna, ég elska Ísland og já, fjölskyldan, vinirnir og það kallar miklu
sterkar í mann en eitthvað annað og bara setja mér rætur hér. Mér finnst ekki ekki. En áður en við höldum áfram með viðtalið, þá ætlum við að fá að þakka samstarfsaðilum Klefans. Og venjulega ger ég þetta ekki fyrir framan íþróttafólkið, en ég ætla að gera það núna. Herðu, það er Auður, en hjá Auði blæstur líf í sparnaði þinn. Það borgar sig að ávaxta með Auði. Ávöxtunin hefur aldrei verið einfaldari og ekkert mál að stofna reikning. Mjög fyndið að gera þetta fyrir fram að þig. Herðu, svo er það útilíf. Þú hlýtur nú að hafa verslað einhvern tíma þar. En það er íþróttaverslun fyrir allt íþróttafólk. Íþróttaverslunar eru í Kringlunni og Smáralind og útivistarverslunin í Skeifunni. En útilíf á einmitt 50 ára afmæli í ár og óskum við þeim bara innilega til hamingju með það. Lemon, þar finnur við ferskan og safaríka mat, hollur og góður valmöguleiki fyrir fólk sem er að huga að heilsunni og þau eru gjörna og komin nýjungar, hvetjum ykkur að fylgjast með. Hafið fiskverslun, fersku fisku beint í ofnin. Ég elska tilbúniréttina en Hafið er með 2 fiskbúðir í Hlíðasmára og Spönginni. Anton, við þurfum að kíkja þangað. Og svo er það Nutrileng, töfralyf fyrir liðina, minnst okkar aðstofa mig og marga kringum mig, hvet ykkur til að kynna það og prófa Nutrilengið. En Anton minn, nú ert þú að fara að hætta og þú ert að fara að eldast, þannig kannski þarf þú bara að fara að prófa það. Jú, ég er að taka Nutrileng, sko. Er það? Er bara, maður er búin að vera að reyna að tjastla líka mannum saman, sko. Já, einmitt. En heyrðu, nú skulum við halda áfram. Förum aðeins yfir ólympíuleikana. Þetta voru 4. og síðustu ólympíuleikarnir þínir. Hafnar í 15. sæti í 200 metra bringusundi. Gangum við ekki bara sátt frá borði? Jú, við gangum sátt frá borði vitandi það að við lögðum allt í sölunar og reyndum að fremsta megna ná eins góðum árangur og hægt var. Hljómar, efasemdir eitthvað? Nei, þetta er miklu frekar bara þetta var smá svona stöngin út hjá mér í undan úrslita sundinu. Setti upp keppnisplan með þjálfurunum sem að ég er mjög sáttur með. Það var settur til þess að ná eins góðum árangur og hægt var. Já. Og það munaði bara hálfri sekundu og maður hefði getað komist í úrslitin og maður hefur margoft sinnt hraða, þannig að það var alltaf þess að svona smá innra með manni, ég veit ég hefði getað það hefði getað gengið einhvern veginn betur upp á einhverjum öðrum degi kannski, en með við aðstæður og hvernig allt verið gangi nákvæmlega þarna, þá held ég að það hafa bara verið það besta sem var í boði og maður bara er alltaf sáttur við það. Miklu verra að upplifa að maður hefði ekki getað gert allt og þá hefði ég verið einmitt með einhverja efasemdir og verið sár og eitthvað tauta yfir þessu. En að því að hvernig þetta allt lagðist, bara ólympíuleikarnir og umhverfið sem maður var í og svona nokkur hnökrar þar sem getum farið yfir. Já, segð okkur frá því. Það var aðalega eitthvað í ólympíuþorpinu. Já, til að byrja með sundið er fyrsta íþróttin sem að byrjar á svona fleirum. Já. En þá erum við fyrsta íþróttafólki sem að kemur inn í þorpið og ég veit ekki akkur, en það er alltaf svona, það er alltaf einhverjir svona hlutir sem er ekki búið að besta eða fullkomna áður en að fólki flytur inn. Maður skilur ekki alveg hvernig það getur alltaf verið svona, en það var allavega núna inn í þorpuna, það var allt og heitt þegar maður var að sofa. Já, bara í húsinu. Það var alltaf mjög heitt þarna, sko. Já, allavega upplifunin sem að ég er ekki sammála og varðandi ólympíuleikana, þá virðist þér hafi verið sett hugmyndafræði ofar árangri. Og það er eitthvað sem ég get ekki bara ekki sætt við það? Já, bara ekki endilega þarna, heldur bara í öllu. Við getum ekki verið að fórna einhverjum hlutum bara fyrir einhverjar hugmyndafræðir sem að svo enda á að grafa undan því sem að tilgangur af leikunum með sem er árangur. Og það að mótshaldarar ákveða að byggja upp þorpið með engri loftræstingu í húsunum þegar það er vitandi að það er fólk að fara að koma í hérna hámark árangur og þar að leiðandi það sem að gerðist var að fólk fluttu bara út úr þorpinu, stóru þjóðirnar. Ég veit að margir bandaríkjamenn, ég held að allt Suður Kóreulið fluttu út í sundinu og var bara komið á hótel hliðina sem var það með loftræstingu og aðra hluti, en svo líka maturinn var ekki allavega til að byrja með þegar fólk voru að koma fyrst, að þá var ekki sett nógu mikil áhersla á prótein og einföld kolvetni
það átti alltaf að vera lokal sem að jú, er frábært, ég er ekki að tala að því að sé það má vera með já, alveg með, en þegar það er alltaf mikið framboð á því og það er engin eftirspurn eftir því að þetta er allt íþróttafólk sem er bara að reyna að fylla tankin af kolvetnum og próteini og það var raðir allstaðar, allt var langar, kannski 20 mínútur að bíða eftir að fá mat og þegar maður er að reyna að hámarka árangur og þá vil maður eins minnstum tíma að bíða í röðum og svo líka var sem bara próteini búið það var ekkert prótein til kjötið var bara búið á háana tímum og svo lentu Bretar í því að fá matareitrun þannig að allt breska liðið var tekið út úr þorpinu fyrir mat þeir fluttu bara inn engakokk þannig að sko þetta er einhvern veginn ólympíu andinn sem á að vera umsvífandi þarna allir séu einhvern veginn saman við öll ákveðum að koma hérna að keppa á þessum leikum og mælingurinn er bara hver er bestur hér núna og það var svona smá pæling allavega að mínum að við séum öll svona í jöfn að borði varandi hvaða aðstæður við búum við og bara og já, náttúrulega við undirbúum okkur mismandi en svo komum við hérna, búum við það saman það er ólympíu andi, við erum öll hér og svo fyrir við að keppum í lauginu eða leikvagnum en svo var þetta bara þannig að náttúrulega þjóðir sem er að hugsa árangur fyrst og fremst voru bara fluttu þessu út og voru ekkert partur af þessu þannig að þetta grefur smá undan þessum ólympíu anda sem maður vildi aðeins finna fyrir og náttúrulega maður var ekkert að láta ángra sig á meðan keppnin stóð en eftir á og þá þegar maður svona rýnir í þetta það var þetta ekki alveg einhvern veginn eins og maður hafði allavega ímyndast þér þetta myndi vera sko. Nei, óska sér. En hvernig er með þarna þú veist svona að leggja upp þú veist eins og undanúrslita sundið þú veist, þetta eru 4 ferðir þú veist, og maður myndi næstu að halda þú myndi kannski bara reyna að synda þetta eitthvað jaft eða eitthvað, en þú veist, er maður með taktík í sundinu? Já, það er kannski líka það sem er skemmtilegast við 200 metrana og að því að það kemur langsundi og þá er miklu meiri tími til þess að vera með einhverja taktík þú veist, í 100 það verður bara að fara allt á fullu og sprengja og vona að hrinnir ekki sundir í lokin sko, en þarna í 200 getur þú sett upp miklu meira hvort þú vilt byrja mjög hratt og reyna svo að halda eða eins og planið sem ég gerði í undanúrslitasundur mínu að byrja mjög yfirvegað og reyna svo að auka tempóið og keyra svo mjög vel heim og einmitt það var það sem ég gerði og þannig sé gekk mjög vel upp allan að seinni partur en ég byrjaði bara aðeins of yfirvegaður og þá svo fyndið einhvern veginn þá var upplifunin að maður væri samt á mjög góðu róli en svo fyrir maður að skoða sundi eftir og það var þetta ekkert í þá tengingu við það sem upplifunin var var hann þá takalindir og takatíðinu og hraða hverju taki sundtaka? Já, þess að hversu lengi ég var að renna og þá fjölda taka sem ég tók yfir og þá tíðnina sem ég er að synda á og svona aðeins öðru sem ég hafi verið að æfa þannig að það var svona, ég veit ekki akkur það var allan ekki tenging þar á milli það var mjög áhugavert að hafa öðruvísu upplifun af sundinu sem maður syndi sjálfur og svo fyrir að rýna í það eftir að það var allt öðruvísu En riðlarnir á undan var eitthvað taktík þar líka? Eða? Já, og í riðlunum á undan þá einmitt var þetta svona svipað en kannski keyra aðeins mér á miðjunni og ég var kannski aðeins of ákafur á miðjunni sem að olli því að ég súrnaði frekar mikið og hægðist á mér á seinustu 50 þar þannig að planið var einmitt að koma í veg fyrir það á seinustu 50 í undan úrslitasundinu þá. Hvar súrnar? Þetta gerist oft bara seinustu 50 og þá... í líkamannum. Þegar ég sprettli bara í 400 metra hlaupari, þá súrnar ég bara í rassinum. Sko. Hvar súrnar sundmenn? Já, allavega mínu upplifun bara allstað, bara missir tilfinningunni höndunum og gripið og svo nær ekki að sparka nógu fast í bringusundinu til þess að fá sama pop og lengd í hverju taki og það fyrir alltaf að hrynja og að því í sundinu það sem að skiptir mestu máli auðvitað er þetta að vera sterkur og geta búið til mikinn hraða en það sem að hægir mest að vera viðnámi við vatnið sem er kannski aðeins öðruvísi en á þurru landi að viðnámi við lofti er miklu minna en auðvitað þegar tækning eftir sundur og hægist á okkur en það hægist miklu hraðar á þér í vatninu þannig að skiptir langmestu máli að bara halda tækninni og það er ógeðislega erfitt þegar allt byrjar að súrna. Shit, já. Vá, en skemmtileg pæling, ég hafði aldrei spáð eitthvað neginn alveg í þessu en segðu mér svo annað, hár,
er allt rakað af. Það allt rakað af. Ég fór einhvern tímann á Ólympíudag æskunnar, þá var Örn Arnarsson og hann einhvern tímann bankaði á hótelherbergjum mitt bara, heyrðu, getur aðeins hjálpa mér að raka bakið og axlirnar. Og þetta var bara skrítasta sem ég hafði gert, sko. Snæfríður fekk það hlutverk. Já, ok, en rakar hún sig líka þá, eða hún alltaf, hún er kannski ekki meins mikið hárum? Já, ég veit ekki, allan fyrir mig þetta bara svona smá, þetta bara rútína og partur að ég verið tilbúin að fara að keppa. Svona, já, að raka allt, sko. En já, þetta bara upp á sko, alltaf einhver pæling upp á viðnám þá við vatnið, en þetta miklu frekar bara að þú ert í miklu betri tengingu við vatnið. Já, einmitt. Þetta ótrúlegt að lýsa þessu. Bara, ég held nú maður rakar örugglega aðeins með bara hárin af, kannski svona efsta húlaði líka. Já. Með þessu, og þá maður bara einhvern veginn já, maður alltaf upplifir að maður sé kannski 10 kílóum léttar í vatninu, flýtur miklu harra ofan á og fer miklu hraðar. Þótt að kannski í raunveruleikunum það ekki þannig, þannig að heilin upplifir það og það meira nóg til þess að þá ná einhver auka sekundubrót. En sko, notar raksápu? Já, þetta allt bara. Ok, nú get ég talað um þetta meira, en já, við skulum alltaf áfram. Herðu, hvaða markmið settir þið fyrir leikana? Sko, markmiðin fyrir leikana voru tímalega síðan á svo ég ábæðast 2.8.7 skal ekki fara ofteknist í þetta er ekki gott að hlaðast út af en að reyna að ná svona bætingu halva sekundu til 1 sekundu og komast niður og 2.7 hátt. Það var svona það sem við höfum lagt upp með í öllum æfingum og öll þá bæði tíðni æfingum og hraði sem við vorum að halda á æfingunum sjálfum og það gekk mjög vel allavega. Og maður var alveg komið mikla væntingar fyrir því að ná miklum bætingum út af því maður var að æfa og var að fara fáránlega hratt. En já, svo var upplifunin í lauginni aðeins auðvitað. Þetta var ótrúlega skrítin sundlaug. Mér hefur aldrei liðið svona skringilega í vatni á æfinni og það er einhvers svona getgátur af hverju það en einhvern veginn, sko, dýptin á lauginni var miklu grynnri en venjulegar svona stórmótalaugar eru og það hjálpar því dýpri sem laugin því minni öldur kastast á þau tilbaka frá botninum og svona auðvitað voru einhverju að synda rosalega hratt á þessum ólympíuleikunum en það hefur kannski bara synd ennþá hraðar já, eða þá að það var að hafa minni áhrifum þegar svona yfir heildina litið og þá allavega sérstaklega í bringusundinu þetta er rosalega skrítið, sérstaklega í bringusundinu þá voru bara sumir að fara ótrúlega hægt. Já, ok, þannig að þið rættu þetta bringusundarar. Já, bara að skoða tímana, sko, því að tímarnir alltaf, ólympíulágmarkinu sett út frá 16. sæti. Heldur þessi fyrsta skiptið núna í mjög langan tíma sem að lágmörkin fyrir þess að ólympíuleikana LA 2028 verða hægari en árið áður. Já, ok. Því að það voru bara, allir að fara hægar. Það málið? 16. Já, það alltaf miða við þá og alltaf framþróning sundi hefur verið þannig að fólk alltaf fara hraðar og það leiðandi þá lágmörkun orðið erfaðari og maður hefur haldið við það sko sem það var gegja, en já, þetta verður hægara núna, en já sko, hvort þetta hafi verið því að laugin grynnri og það var hellinga svona, það eru skjáir og myndavélar ón í lauginni sem man alltaf eigur þá öldugangin í lauginu hvort að það hefði haft áhrif, maður ekkert að pæla þannig í því og ætla ekkert að láta það kenna því eitthvað já, þetta ástæðan okkur fór hægt en þetta var bara áhugavert að sjá allir bringusumennir voru miklu hægar og sumir strákar sem að maður hafa hort á eins og heimsmethafinn komst ekki einu svona áfram í úrslitin í 200 bringu sem á 2.5 sem er örugglega tími og annar bandaríkjastrákur sem á 2.6, þetta eru strákar sem að bjóst þau myndi vera númer 1 og 2 sko á palli, þeir komast ekki áfram það var mjög skrítið það var bara skrítið, það voru skrítinleikar dramatík í bringusundinu heldur betur Herðu, en já, ég ætlaði að spyrja voru svona munur á þessum leikum og öðrum því að þetta er náttúrulega 4. leikarnir þínir er þetta alltaf að verða betra og betra skipulagið allt og í kringum þetta og svona eða og bara aðstæður og nema kannski þorpi núna? Já,
Þannig að þetta var laður metnaður í þetta og það er alltaf einhver lærdómur tekinn frá hverjum leikum en einmitt allir skipalega í byrjun hafði ekki verið svona vandamáli. Maður átti þess ekki alveg á eins og sumar rútuferðina sem maður fór í sko, sem átti að vera hálftími enda að vera klukkutíma og hálfur. Og kannski þú varst nú að plana að fara 2 æfingar þann dag og endar að ég hefði kannski næstu upp á 3 tímum í rútu einum degi. Það var svona... Akkur var það? Það var bara... Þetta leiðirna sem var stundum valdar og einhver voru útskrifað fyrir mig og það var út af öryggisástæðum að það beitt alltaf leiðir. Já, ekki alltaf sama leiðin. Alltaf sama leiðin og svo voru þá rútubílstjórnir að villast, taka ranga beygjur og þetta var smá kaos. Vá, hvað ég myndi vera stressaður rútubílstjóri. Ég var ekki þeim meir en ykkur, sko, þetta er ekki að vera hræðilega aðstæða. Herðu, en fyrir Ólympíuleikana þá ætluðu við nú að hittast í viðtali og spjalla saman. Og það gekk ekki. Getum við rætt af hverju? Já, það er náttúrulega bara stærstu... Ok, allan að ég hef oft farið í gegnum það að fyrir svona stórumóti þegar maður byrjar að létta, sérstaklega, það bara fer allt í kaos í líkamanum. Ég bara missi alla tilfinningu fyrir hvernig ég er að synda, finnst eins og ég kunni það ekki. Það var bara líkaminn svo vanur því að vera á hærra álagi og svo bara trappa niður og þá einmitt bara myndast oft þá kemur þreyta út þá og þá hefur líkaminn oft tíma og tækifæri til þess að sinna endurheimtinu betur þannig að þá kemur oft mér í þreyta út og þú ert að létta en þú upplifir að vera þreytari og svo fyrir að hægt á æfingu og allt er í rugl, allt er í kaos þannig að við reyndum að plana tíma en það var einmitt á þeim tíma sem að bara hausinn var í algjöru sósu maður verður oft einmitt smá stressaðar en það sem betur fyrir var tekið út fyrir og maður var mættur vel tilbúin til leikst sem var komin í þorp. Já, þú varst það. Mér varst bara mikilvægt að spyrja þess út af því ég er alveg vissum að það sé gott fyrir næstu kynslóð að heyra að stundum fer maður bara í eitthvað svona, ég veit ekki, smá niðurrif eða smá bara panik og eitthvað svona og líka fyrir stórmót, sko, líka stóru stjörnurnar, sko. Já, þetta er bara partur af þessu. Þetta mun oft og líka svona því ofta sem er fyrir gegnum þetta, auðvitað lærir maður leiðir til þess að fyrirbyggja en maður hefur líka átt að segja á því að allar þessar tæknir og leiðir sem maður lærir að snúast oft bara fyrst og fremst að koma sér upp hraðar og minnka hversu djúpt niður maður fyrir dalinn það mun koma eitthvað en það þarf ekki að vera þannig að það skemmi alveg fyrir þú kannski bara fara niður í smá en svo kanntu að stoppa það af þess að fara ekki nógu djúpt og svo kanntu að klífa að lyfta þér hratt upp úr dalnum sko. Og allir það er þessi andlegu verkfæri sem að læri snúist ekki fyrst og fremst Og hvaða verkfæri notar þú til þess að eins og bara þarna? Fyrst alveg átti að sjá því að þetta er eðlilegt og það er gott að geta rýnt í það sem hefur verið fyrra gerst áður, fletta þá upp og þú hefur margoft glimt við þessar nákvæmlega sömu aðstæður og þrátt fyrir að hafa farið gegnum eitthvað sem að þú upplifir sig eitthvað hræðilegt að þú hefur samt 2 vikur seinna farað þínum allar hröðustu tímum bara ever og skara fram úr þannig að það er bara til þess að bakka sjálfstraustu upp af því að það getur molnað þarna einmitt vera þolinmóður, rýna ekki oft og mikið aðstæður og einmitt vera með íþróttadagbók, vera í svona núvitund, vera með sjálfstraustmóla, skrifa niður, ég veit að ég get og svo XXX annarkvæmt vera búin að skrifa það fyrir eða á saman tíma að þetta gerast til þess að bara lesa í það bara mjög svolítið leið til þess að byggja þessu upp þetta er ekki alltaf flæða núna en ég mun geta skrifað þetta og koma þessu áleiðis Nei, mér finnst bara mikilvægt að aðrir sjá að þetta getur bara verið alls konar þetta er ekki alltaf bara blóm og rósir sko þetta er svona alls konar Þetta er mjög sjaldan þannig Já, nei, nákvæmlega En hvað er næsta mót? Ertu að fara á HM í desember? Já, ég held að sé heilbrigt fyrir mig að trappa niður sundið. Ég er náttúrulega að býja af rosalum grunni núna og þótt mann hafi ekki eftir rosa mikið síðan ólympíuleikarnir kláruðust en það er fanta formi og býr miklum styrk og frábær úthaldi þannig að ég held að væri bara gott fyrir andlega lífið að klára sundið
með einhverju öðru móti en ólympíuleikunum, það var svona smá í byrjun gert til þess að ég væri ekki að fara að keppa ólympíuleikunum vitandi, þetta seinasta sundið mitt og fara að bæta við svona auka pressu eitthvað tilfinningarlega tengdu því að þetta verði þá að fara svona hinsegin og raun flækja fyrir því sem átti að vera að gera bara einblíðin á árangurinn og já, bara í staðin fyrir að hætta alveg í svona íþróttum eða í sundinu, svona keppnissundi að þá taka þetta þannig að sundi mun ekki lengur verið í fyrsta sæti en ég á sama tíma að vera þá einhverju smá prógrami og halda því úr desember og ég meina ég gerði þetta 2017 og ég held áfram að bæta mig hvort maður endur ekki þannig aftur það voru gaman að sjá en einmitt bara púsla þessu saman og láta sundið ekki lengur verið í fyrsta sæti láta bara vinnu, fjölskyldu og vini og svona önnur áhuga mál taka forganga en samt bara hafa sundið þetta með og svo bara einmitt en maður er þannig tilbúin að fara að hefja nýjan kafla og þá í desember að algjörlega kveðja ferilinn þannig að markmið að byrja núna út september og já, ég býst við að muni halda að fara út desember en ef þetta algjörlega allt í steik og ég nennir sér ekki neitt þá náttúrulega bara læt ég þetta gott heita sko. Ok, en þú veist að klára ólympíuleikana og vita, þú veist, þú ert bara að fara að flytja heim og taka ákvörðun það og þú ert komið vinnu og bara spenntur fyrir spennandi verkefni sem þú ert að fara í þar, við kannski ræðum það eins og eftir, en þú veist, er ekki munur að koma, þú veist, klára ólympíuleikana og hafa eitthvað til þess að annað til að stefna að? Ég veit ofta talað eitthvað svona Olympic Blues hjá íþróttafólki og eitthvað svona, þú veist, hefur þú upplifað það eða finnst þetta öðru sér núna því þú ert komið önnu markmið eða? Já. Sko, það er mjög mikilvægt fyrir mig í undirbúning fyrir ólympíuleikana að hafa þetta allt tilbúið. Já. Að vera með þá eitthvað sem myndi taka við strax, af því að ég hef einmitt lent í því áður, sérstaklega þá þegar var ekkert svona, þegar sundi var það eina sem ég hafði kannski þá eftir Rio 2016 að þá upplifði maður bara gífurlega svona ólympíu deburð eftir það og einlega svona fekk óbræði munnin yfir sundinu sko og langaði ekkert að vera að þess að ég kláraði sundi þá út af því ég var í skólanum og hafði skuldmynd mig að gera það og hugsaði þetta meira þá frá liðs sjónarhóttinu en eitthvað sund fyrir sjálfa mig og það bara, þetta var ekki jafn gaman lengur sko og svo náttúrulega einmitt Tókjó, það var rosalega áhugavert af því að einmitt bara allt kaosi sem að fylgdi bæði COVID, föðumessunum og já, klára þá leiku að vita að maður átti miklu meir inni og þá einmitt öðruvísi upplifun þá en núna er maður bara einhvern veginn tilbúin í annan kafla í lífinu og það er bara mjög spennandi. Mjög spennandi, já. Herru, það er auglýsingarhlé. Yes. Ég ætla að gefa þér engiferskot hérna frá Lemon. Hæði. Já, því nú ertu fluttur til Íslands og núna fara allar haustpestarnar að herja á okkur, þannig að þá tekum maður svona kallið minn. Það ekki? Maður sjá. Er það ekki bara skál? Jú, skál í Lemon. Heyrðu, þú klárar ekki eins og? Nei, mér finnst það gott. Ég er ekki að stúta þessu, já ég veit. Ég ætla að eiga eftir líka. Já. Var þetta ekki gott? Hressandi. Heyrðu, en ok, hvað er maður þessu ólympíuleikana? Förum maður yfir bara svona ferilinn og það sem að þú ert svona búin að læra þínum íþróttaferli. Og ég er að hugsa sko, ég er alltaf að hugsa yngri kynslóðina og næstu stórstjörnur eins og þig. En við byrjum bara á markmið. Hvernig gegnum tíðina hefur verið að setja markmið? Ertu með einhverja rútínu eða þú veist, er þetta bara eitthvað, já ég er að fara á HM? Já, maður hefur lært heilmikið með markmiðasetningu gegnum árun nýjus og þau hefur náttúrulega bara þróast svo sem mikið og breyst eftir því á hvaða skala maður hefur komist. Já. Og ég veit kannski markmiðin sem maður setja sér þegar maður er yngri eru kannski aðeins öðruvísi en þegar maður er komin alveg upp á toppinu og fara að berjast í svona, komin að segja, toppklassanum en yfir höfuð að þá
það sem hefur hjálpað mér hvað mest að læra að setja með markmið sem að snúa sjálfu mér. Okay. Það oft erfitt þegar við setjum markmið sem að annarkot ganga upp eða falla eftir árangur einhvers annars. Já, einmitt. Þannig að þá ég verð að vinna en leik en þú getur ekkert haft áhrif á hversu gott hitt liðið eða hvernig andstæðinir að spila eða þá ég bara sáttur ef ég kemst á pall, okay? Jú, það frábært ef það svona draumurinn eða það sem knýrði áfram en þegar það fer í markmiðasetninguna sem þú vinna eftir hverjum einasta degi að þá einmitt kannski bættir þig og varst að gera það sem besta sem mögulega boðið fyrir þig en að þú vannst þig gert þá ertu þá failure þannig að mælikvarðin hvernig þú dæmir sjálf á þig það sé ekki það svona mikilvægast því að maður var oft á tímabili bara festi allan persónuleika í sundið og sérstaklega þegar ég hætti í vinninu 2019 og fór aftur bara í sund þá fannst mér svona einhvern veginn allt liggja á sundinu og þá skilgreindi ég bara mig sem afreksíþróttamann og ekkert annað. Nei. Og þá var ég bara, ef ég sökk á æfingu, þá var ég sökku manneskja. Ef ég náði ekki markmiðinu á mótið, þá var ég aftur hræðileg manneskja, en ef ég gekk vel á æfingu, þá var ég bestur. Já. Og ég meint rosa mikið upp og niður öldudalir sem það var ekki með svona grunni nógu mikið. Verðleikar og eiginleikar sem að ég hafa þessi manneskja eru miklu meir en bara hvað ég að gera í vatninu hverju sinni. Já. Og það er hvernig eftir það lærði maður að það skiptir mestu máli en þá æfingarlega séð ef við myndum bara taka einmitt, ef við tökum bara dæmi hvernig markmiðasetningin væri byggð upp og þá einmitt, ég vil þetta getur alveg verið svona smá kokki þetta svona skiptist í ego markmið og ego goals og process goals ég ætla að tala bara íslensku stundum finnum maður ekki á þeim en það má alveg vera ego-markmið í byrjun markmið mitt að vinna, að vera bestur eitthvað þannig, ok, en við þurfum svona að brjóta það niður í eitthvað markvist sem við getum fara alltaf hverjum einasta degi og þá tökum við það bara niður í hvað get ég gert á hverjum einasta degi til þess að ná því og þá getum við farið bara, ég þarf að bæta tæknina í ABC og ég þarf að bæta þetta í mataræðinu, þetta í svefninum og svo ef ég rúlla gegnum daginn og eftir mínu fremsta megni að gera allt sem ég get til þess að ná því þá það bara komið en þá það líka þá skiptir ekki endilega máli hversu vel þú gengur í þessu að því stundum áttu bara lélega daga en svo lengi sem þú reynir þínu fremsta megni að uppfylla það eða þessi markmið þá það í raunin 10 og það sem ég reyna að segja stundum ertu bara 40% þú vaknar og þú ert bara 40% en þú var alltaf að leggja þig 100% fram til þess að fá þá til þess að hámarka þessi 40% og stundum ertu 90% og allt geggjað og þú rústar öllu og allt rosa frábært þar hægt að leggja þig fram en það var þessum dögum sem þú ert 40% sem skiptir miklu meira máli að þú getur hort á markmiðin og séð, ok, ég laði mig fram að fremsta megni í dag og verði bara að taka því ég var aðeins hægur á æfingu en ég ætlaði að vera var ótrúlega upptekinn dagur ég varði að hoppa eitt skyndibita því að var ekki tíminn til þess að hafa fullkomið mataræði en þú ert samt að reyna að gera þetta eins og vel á hætti þannig að maður fyrir einhvern veginn að meta þessu út frá því svona hverjum einasta degi og það þessi litlu hlutir það sem maður býr til grunninn til þess að þú setur að fara að ná þá einhverjum þessu stórum markmiðum þegar það kemur að því og þá við fyrir bara yfir í frammiðstöðu markmið að ef þetta það markmið ok, segjum að markmið sé ég ætla að vinna og þá getur við farið bara í greiningu ok, samkeppnin mín svona röð og ef ég ætla að vinna þá markmið að fara á þessum tíma ég býst við að þessu tími geti unnið að þá ertu aftur farin í markmið sem snúast bara þig og ekki háð einhverjum öðrum og þetta aðeins flokknara kannski ég myndi í hópíþórtum en allan ef við fyrir bara yfir í pjöru einstaklega íþórtir sem erum aldrei á tíma að það snýst að bara hafa kannski ABC markmið og geta svona einmitt trappa sig A einhver svona smá
stjarnfræðilegt sem maður ekki, kannski, trúir ekki alveg að maður getur náð en samt að vera kýtlar hans ego já, bara þóra að skrifa það niður og segja hei, ég stefni hingað það er ekki, og svo B, það er svona smá svona reach goal, svona ef ég myndi ná þessu þá er það sko geggjað og svo sé, ég myndi sætta mig við þetta bara bæta þessi öllítið eða ná að framkvæma gott sund og já, að hafa þetta svona aðeins skipulagt í staðan og þá getur við metið eftir á út frá því í staðan fyrir einhvern veginn bara hengja sjálfa sig að því, ég vann ekki, þá sökka ég en þá getur við hort á þetta frá miklu betra sjónarhorni og metið þetta í alvöru út frá aðstæðunum sem við varst að keppa í og já, þetta snýst alltaf að bara ná að geta haldið áfram, við getum alltaf meira en við verðum þá geta bara hort á hlutunni í því ljósi sem þeir voru til þess að geta verið betri að halda fram næst í staðan fyrir að láta einhverja eina keppni flækja allt fyrir okkur og við erum ómöguleg og bara ætlum að hætta og bara gefast upp. Ok, þetta var bara frábær útskýring hjá þér, ég ætla að jána með þetta. Heyrðu, en andlegi þátturinn, þú talar stundu verið maður ómögulegur og þess að þar. Hvernig hefur þú svona gegnum tíðina unnið, þú veist, í andlega þættinum? Þetta þarf maður að gera það í öllum íþróttum, mér finnst svona smá eins og einstaklis íþróttafólk gera það kannski meira, út af því að það er meira bara stóla sjálfa sig, en vissulega eftir hópíþróttafólk líka að gera það. Ég bara held að þetta sé kannski ekki lenskan á mörgum stöðum, en þú veist, hvernig vinnur þú andlega þættinum, bara til þess að ná þessum bestum árangri? Kannski svona fyrirvari í þessu öllu og það sem ég er að fara að segja, ég gerði það ekki hverjum einasta degi, það er alltaf markmið að gera hverjum einasta degi og vera fullkomin en stundum er þetta bara, þú fer í gegnum mismunandi tímabil, stundum þarftu að meira á einhverju einu halda en öðru en svona yfir höfu og þá líður maður langt best og gengur langt best þegar maður reynir að halda þess alltaf í rútínunni. Stærsta og einfaldasta sem að hjálpaði mér mest er að vera með íþróttadagbók og geta þá alltaf bara krufið hvern einasta dag og fyndi hvað maður gerði vel, tengist inn í þessa markmiðasetningu til þess að halda þess að sjá litlu markmið sem er að ná hverjum einasta degi og kannski basic svona uppsetning á henni væri bara vakna, skrifa hvað maður er þakkláttur fyrir þann daginn annarkvort á mótnana eða á kvöldin sem við vilja hafa á kvöldin, ég ger alltaf mótnana bara hvað er þakkláttur fyrir í dag bara, Gerur það fyrir morgunæfingu eða eftir? Eða þú kannski ekki oftast stundum var ég að fara á morgunæfingu klukkan 5:30 að vakna þá nefndi ég ekki alveg að bæta inn en þá var það meira bara beint eftir æfingu en allavega fyrir hverju æfingu ef við ætlum að hugsa æfingarnar út frá íþróttasjónarhorni og taka þetta allt heilbjört og þá er ég með einhver frammistöðumarkmið sem að tengjast beint í litlu markmiðin sem ég var með eins og ég veit ég þarf að bæta tæknina þá ætlum ég bara daga einblína mér að einhverjum einu hlut þá var bara markmið í dag, skrifaði bara markmið fyrir æfinguna er ég ætla að einblína mér að sparkinu mínu að sparka hælum beint aftur bak í staðinn fyrir niður það er bara tæknifókusin og það hjálpar rosa mikið að vera alltaf bara með eitt markmið fyrir hverju æfingu þú ert kannski með einhver 7 sem þú veist að þú ætti að vinna í og svo bara rúlar gegnum þau hverja einasta æfingu og svo eftir æfingu þá gerir bara endurskoðan henni bara 3 hlutir sem að gengur vel og það er alltaf hægt að finna einhverja 3 hluti sem að gekk vel maður verður að setja sig í það hugafar eins og þetta þarf ekki að vera eitthvað stórfenglegt það getur bara verið ég hafði jákvæð áhrif á liðsfélagana mína ég kom með gott andrúmsloft ég þú getur alltaf fundið eitthvað lítið sama hversu lítið það er ég gerði hvernig einasta metir eitthvað þóttu þetta sé og þóttu hafið ekki kannski liðið illa þann dag og þar að leiðandi upplifur að það var hræðilega æfingu en samt þú klárar æfinguna þannig að þú væri bara að neyða þig í að finna einhverja 3 litla hluti sem að gengur vel og svo finnir 1 hlut sem að hefði getið verið betri og ef við ætlum að fara út í algjör á öfgar að þá getur þú tekið svo þann hlut og gert sjónmyndaþjálfun á honum það sem þú veist að fóru illa á æfingunni og sjá fyrir þig hvernig þú ætlar að gera hann betur
en það er svona smá öfgar en það er þetta sem getur gert. Já, þú gerir einu svona pistil inn á klefum.is með þarna sjónmyndaþjálfun sem var mjög flottur. Það er eiginlega bara deilanum með þetta kemur út. Og svo skrifar hvað lærðir við daginn og bara hugsanir og svo getur ég gaf mér oft enganir út frá þeim sviðum sem ég var að reyna að einblína á. Það var bara svefn, æfing, næring og svo bara eitthvað annað sem ég var að reyna að vinna í lífinu. Og já, svo bara rúlega þetta og svo vikulega þegar ég gerði ekki alltaf, en þegar maður var sem mest í þessu og þetta hjálpaði mér rosa mikið að ná bara stjórna á sjálfum mér og svo lærði maður ákveðna tæknin sem bara tók yfir í daginn alltaf, þetta ekki alltaf að vera að skrifa þetta, en bara viku debrief, bara hvað gekk vel í vikunni, hvað það getur farið betur og hvernig ég þessum skölum sem að skipta með máli, svo bara rúlaði þetta áfram og þannig að það er bara svona upp á skipulag og rúglað auðveldast sem ég getur gert er að byrja með æfingadagbók, að reyna að vera í mikil bara núvundund maður mögulega getur læra það gegnum, það er til marg forrit sem að geta gert þetta eða bara fara á YouTube, það er ekki endilega að kaupa eitthvað en bara, það er Headspace sem er mjög gott, annað app sem heitir Champions Mind, það er miklu meira íþrótta fókusa en Headspace er bara mjög gott eitt á sér, svo líka helling til á YouTube sem getur bara fengið frítt og svo sjómyndaþjálfunin byrja að læra hana og það var bæði gott að sjá fyrir hvað það getur farið betur og svo líka sjá fyrir sér þá markmiðin að maður sé að uppfylla þau af því oft þetta bara, hvað maður segja, dansa límyndir eftir hvernig hausinn hugsaður að hausinn snýr sér sko. Og þetta er alveg eitthvað sem þú leggur áherslu á það er bara, að halda þessa dagbók og bara, hugleiða eða svona og þetta allt sko, þetta skiptir því máli að ná árangri það ekki? Jú, og líka það, eins og segi, ég ger þetta ekki alltaf en það sem ég leita í til þess að ná þá stjórn á þegar maður verður stressaður eða eitthvað bjátar á og það er þetta sem að eins og ég segi, ef maður fyrir niður dalina þá er þetta sem að fyrsta lagi hjálpa mann að stoppa, að fara neðar og líka fljótar að koma upp. Það því að mjög alltaf vera sveiflur og það snýst alltaf að ná og bara hafa það eins litlar og hægtir. Og eftir öll mót og svona, ferðu þá yfir sundið og hvað mátti gera betur og skrifar þetta allt niður. Já, og það líka hjálpa mér rosa mikið að maður þarf að hafa þessu orð tilbúin á íslensku en bara ensku post-race debrief og það bara fara yfir svona eiginlega svipað en miklu verið hnitmiðað varandi markmiðasetninguna og hvernig útfærslan var og þá hvað gekk virkilega vel og hvað ætla ég að fara með inn í næstu keppni og svo þegar maður er komið með þetta svona þá nær maður einhvern veginn að setja allt miklu betur í samhengi. Þú ert ekki að segja þessu umulegur að því að þú náðir ekki þessum hlutum, þú allir sérð að þú gerðir ótrúlega mikið vel og þú ert að taka framþróun og þú ert að búa til eiginleika sem muni gera kleift að ná árangrinum sem að þú svona kannski trúir og veist og ætlar að ná en gekk þess ekki upp þennan dag en að sérð þetta er alltaf mjakast í rétt átt. Ég gerði þetta alltaf sjálf sko, og ég var grindahlaupari, þannig að ég var alltaf með svona vídeokamera, svona hlussi með spólu, alltaf með mér bara, getur tekið upp vídeo, því ég fór yfir alla grindinar og þegar ég tek eitthvað sikvað fótinn yfir grindinar og eitthvað og skrefin og eitthvað og ég tímabili á lendi, ég rosa vandræði með 7. grindina, að ég var alltaf að detta henni því ég fór alltaf með sama fótinn að henni og svo var ég alltaf að reka mig í hana. Og þá fór ég til íþróttasálfræðings og þá æfði við sjónmyndaþjálfun bara þú veist að ég var að hlaupa og tók svona þetta og ég fann að það hjálpaði mér heilmikið en ég var alveg smá tíma náði en ég var líka fyrstu skiptin þá var ég líka detta á 7. grind í höfðinu sko þannig að ég var alveg bara þú veist ég var að fara að sofa kannski að keppa og þá var ég bara ég fer ekki að sofa fyrir en ég komin yfir grindina nokkru sinnum þú veist það bara gekk ekki að ég var bara að fara að sofa bara já ok hlaupa á morgun og ég er bara alltaf að detta á 7. grind meiri sig í höfðinu á mér sko þannig að já, þetta hefur náttúrulega þetta hellingsáhrif. En bara takk fyrir að segja okkur hvernig þú gerir þetta svona því að ég er alveg vissum að sé ekki allir sem kannski fatti þetta eða sumir finnst þetta kannski eitthvað förðulegt eða eitthvað en við hvetjum klárlega fólk til þess að prófa að gera þetta. Já, en svo er þetta líka að þú verður bara að prófa og finna hvað virkar fyrir sjálfa þig. Nákvæmlega. Það er engin ein leið sem að virkar best fyrir alla og það er til hellinga eins og maður segir, þetta snýst miklu meira að þú sért með verkfæri í kistunniðinni sem það getur gripið í þegar eitthvað fer úrskeiðis eða ekki farið eins og þú vilt hafa það. Það er auðvitað gott að gera einhver hluti til þess sem heldur bara í rútínunni og hjálpar að koma eins og degi, en svo er þetta líka bara að kunna að
kunna á sig Einmitt. og vita bara, herru, þetta virkar alls ekki fyrir mig, mér líst ekki á þetta, það er bara flott, frábært, en það helling öðru sem við getum leitað í og notað. Einmitt. Ég að leita af öllum þessum hugmyndum svo að allir geta fundið hvað henda fyrir sig. Já. Herðu, og næring. Þú pælir, ég veit þú pælir svolítið í því. Já. Þú varst að tala um prótein og einföld kolvetni og eitthvað svona. Ertu með svona öðruvísi dægit á undirbúningstímabilinu og keppnistímabilinu eða hvernig, bara, hver svona þín rútína í þessu? Já, kannski hugmyndafræði mín í næringunni að huga bara voðavel að grunninum og öll fæðubótarefni eru bara auka til þess að geta náð inn þá því magni af annað hitaeiningum eða prótíni sem maður vill ná eða eitthvað sem kemur ekki úr næringunni. Er það að meina þú veist prótundufti eitthvað svona? Einmitt. Já, ok. Telurðu? Já, ég hef af og til talið en það er miklu frekar gert í þeim tilgangi til þess að læra bara á næringuna, fá betur skilninga, ok, þetta mikið, svona gróflega þetta mikið að fara að gefa mig svona og svo hlusta ég bara rosa mikið á líkamann. Það er eiginlega bara það sem ég svona nýtt mér alla minn sundferil, bara hvað er hann að kalla á hverju sinni og bara borða eftir því. En eins og segja, náttúrulega hugsa vorulega bara að hafa næringuna eins nálægt jörðinni og hægt og það er rosalega erfitt að borða of mikið eða að borða bara næringu sem er ekki unnin. Það er rosalega erfitt að fara yfir í hitaeiningum, þau verður bara að vera að borða allan dag til þess að ná því þegar ég ætti að æfa svona mikið. Þannig að en breytingin á kannski undirbúningstímabili og keppnistímabili stærsta það er bara magnið sem að borðaði og sérstaklega þegar maður fór bara í keppnina þá kannski tók maður út hluti sem að þjóna einhverjum tilgangi á þeirri stund eins og bara yfir keppnisdagana sjálfa þá er ekkert þannig sem að ég fæ út úr því að borða grænmeti. Þannig að það var tekið út og eiginlega bara þá einföld kolvetni, annað pasta, hrísgrjón og alltaf það sem að knýr mann áfram, þannig að mjög mikið af því og svo bara vera vissum að sinna á próteini hitta einn tölunda þar. En einmitt yfir höfuð, þannig að var grænmeti partur af næringunni en svo náttúrulega þjóna ekki tilgangi, það var það bara tekið út og já, ég náttúrulega eldaði eiginlega alltaf sjálfur. Hef heila verið að gera það. Já, maður neittist ég að gera það, fyrst að maður alltaf að elda sjálfur en já, svo er þetta líka svo fyndið að vera íþróttamaður og svo eðlileg manneskja sem íþróttamaður hugsa maður næringu, maður hugsa bara þetta, já, það var svona mikið kolvetni þessu, það var svona mikið af hitaeiningu þessu og prótíni og þá maður þannig alveg saman bragðið, maður vil bara koma þessu onni sig til þess að feed the muscles. Já, bara koma orkun eftir í kerfið og við stundum alltaf að plata líkamann þegar maður koma okkur klikkuðum æfingum og enga matalist að drekka einhverja eða svona power shake sem er bara stútfull af einhverju, búið til einhver smoothie og þá tróða hitaeiningum mónið því að maður enga matalist eftir svona erfið æfingunar. En er ekki munur líka á, þú veist, á undirbúningstímabilinu og þá ertu væntanlega að æfa 2 á dag og svo kannski ekki eins svona hvað maður að segja, svona kraftmiklar æfingar, þú veist, þegar næðir á keppni en þá minnkar við hitaeiningar fjöldan líka, eða ekki? Jú, einmitt og þú spyrir hvað ég taldi ef það gætur gert það 100% vísindalega og verið með þá nákvæmar tölur í því en þá er þetta líka, ég veit svona gróflega hvað er að fara að minnka mikið og þá fylgi ég því og svo hlusta ég bara líka mann hann að kalla á meir orku og einmitt gera bara ekkert of öfgakent og hlusta líka mann þá svona gera þetta mjög náttúrulega. Einhverju finnist þetta nú örgulega öfgakent sko. Út í það farið. Svo er það. Svo er það. En þú veist svona eins og æfinga svona cycles hjá þér. Þú veist oft er fólk að vinna í 6 vikur og færa svo 1 viku hvíld eða 4 vikur eða eitthvað svona. Hvernig hefur þetta verið hjá þér? Já, ég hef eiginlega bara látið þjálfarinn þetta sko. Ég bara mæti á hlýðið sko. Treysti þeim 100% fyrir þessu þannig að þau verður að fá leyfa þetta til þess að útskrifa fyrir nákvæmlega hvernig hringirnir virka. En
Jú, náttúrulega bara fyrst byrja að byggja grunninn, byrja að byggja þolið og svo þegar það komið þá ferði í sérhæðar æfingar út að byggja upp sýruþolið að þá geta unnið í súrefnis súrefnistuftu, veit ég hvernig að segja þetta. Nei, ég skilji, já. Anaerobic umhverfi. Þetta er svo mikið að reyna til að íslensku. Já, mér langar, það ábæði að vera íslenskan tölu, sko. Þú mátt alveg sletta, af og til. Og svo ferðu eftir það, þá sérhæfða keppnisæfingur en æfa meira á keppnishraða þegar þá komið með sýruþolið mjög gott og vera að keyra þá 100% á því og ná þá race specific æfingum, sko. En svo ertu að lyfta líka. Hvað ertu að æfa eftir viku? Svona fyrir ólympíuleikana til dæmis. Þegar við fara gegnum þyngsta partinn og þá það það eru þegar ég voru í Bandaríkjunum þá var ég alltaf að gera 3-1 þrisvar sinnum í viku. Þannig þá 3 æfingar og svo 1 æfing, 3 æfingar, 1 æfing, 3 ár. 3 æfingar á dag? Já, og svo 1 og svo 3 ár. Bara til skiptis? Já. Okkur ekki bara 2. Branta, já. Þannig að þá hvíldin sem kemur eftir hádegi. Það múndi að vera þannig að myndi gera í Bandaríkjunum var þetta þannig að við gerðum alltaf svona sem bara eðlilega þolæfingu á degi 1 og svo fórst í styrtaræfingu, svo kom hlé og svo kom styrtaræfing og svo kom poweræfing kvöldið. Þetta fórstu beint úr styrtaræfingu í poweræfingu til þess að samnýta þá æfingarna þar, vera að vinna í mjög stuttan tíma en að mjög mikilli ákefð og þá oft með einhver svona tæki í vatninu til þess að þyngja eða hægja ennþá meira á okkur til þess að búi til ennþá meiri þá einhver þunga eða viðnám eins og vera með þá svona heitir power tower, svona fylla vassfutur sem einhver svona Já, ég sé eitthvað manna í story hjá þér og draga það þannig að þetta sendundi miklu meiri álægi en þau myndi verið að gera og byggja upp meiri kraft í vatninu, sko. Þannig að það er gaman og svo daginn eftir myndi þá vera erfiðast æfingin sem að vera þá einhver bara sjúk æfing þar sem myndi að gera einhver aðalsett sem taka klukkutíma og bara algjörlega búnaði eftir það og það var oft dræland fyrir það líka, kannski svona 30-40 mínútur á bakka sem þá meira svona bara spesifískar sundæfingar sem var að gera bakkanum til að styrkja sundveðina og svo rúlaði það þannig áfram. Þetta sem þið voru að gera með fötunar, við sprettlega bara gerum þetta líka, við bæði erum að draga eitthvað og svo erum við með overspeed tæki líka þar sem að það var eiginlega, þú ert fastur í endan, bindir endan við eitthvað annað og svo manneskja fyrir framann og þegar hún hleypur og það er svona smá teygja í bandinu og þá bara skýst þú áfram og þú þarf bara að hlaupa, þú veist, eins rætt og það getur og þetta er ógeðslega hræðilegt en ógeðslega skemmtilegt. Og ég manni eitt skiptið þá var strákur að draga mig og hann hljóp miklu hraðarni og hann neld á það og ég held sko að ég hafi tekið svona 4 skref án þess að snerta jörðina. Þú veist, þetta var bara eitthvað svona, wow, ok, þannig þú veist, þá veit maður bara, ég get hlaupið svona hratt. Þannig að eins og þið eru þá að gera þá vantarlega, þú veist, þetta viðnám að draga þetta á þetta þungt og svo allt í henni finnur bara vákvætti létt. Einmitt, svo ferðu úr ólinu og syndir bara milljón og þá bara flýgur búið til þess að hjálpa taugakerfi í að finna hraðan. Einmitt. En hvað gerir fyrir endurheimt? Ertu bara að synda? Þess að recovery þá? Já. Recovery æfingar bara sund, já. Og svo náttúrulega þegar maður farin í þetta alvöru prófa þá náttúrulega reyndar maður að koma inn nutti að minnstakosti einu sinni í viku. Já. Ef það gekk upp og svo alltaf í þýrstistífiliðin og eitthvað þannig, þegar hann heim á Íslandi, klakaböðin, maður var ekki með þátt í Bandaríkjunum en já. Finnst þið það hjálpa, klakaböðin? Maður hefur séð rannsóknar þetta kannski hjálpi bæði? Já, þetta hjálpi takmarkaði, en þetta er miklu meira bara andlegt einhvern veginn að fara í eitthvað og upplifa að sé að svona endurnæra sjálf sig. Mér finnst það miklu meira að hjálpa skammtíma, þá kannski ef ert eitthvað þreyttur að nota þetta á mótum sérstaklega, það verkar sér eitthvað svona smá lúin eftir hörkusund og hoppar í þetta, færður bara eitthvað smá búst, þá
þótt að sé kannski geta að gera eitthvað líffræðilega upp að láta líkamann vera betri þá er hausinn klárar í átökin seinna kvöldi sko. Bara það sem virkar fyrir íþróttamannin, hann bara að gera það saman hvað rannsóknir segja, mér bara alveg saman það, ef íþróttamannin líður vel með þetta og þetta finnst að virka, þá bara gera það. En mér klaka upp eins og ekki núna bara að fá andlega styrkin sko. Já. Ertu búin að fara í eitthvað og gera eitthvað óþægilegt? Ertu búin að fara inn á Ítólsvík? Nei. Herri, ég fór þangað daginn, ég þurfum að ræða það. Það var geggjað, það var upplifun, en ég þarf að vera í svona skóm og eitthvað. En lyftingarnar, hvernig, þú ert alveg bara að gera þungan hnébegjur og er það ekki? Jú, þetta hefur verið mjög áhugavert sko, hvernig lyftingar hafa verið partur af mínum sundferli. Þú ert líka með massa, sko. Já, ég á það, sko, ég stækka mjög hratt þegar ég lyfti og lyftingar setja oft mjög lengi í mér. Það er kannski einhverja 2-3 daga að jafna sig og svo kannski lyftur mjög þungt og fer daginn eftir einhverja klikkaða sundæfingu og það finnst bara eins og líka með sig að hrynja niður og nærði ekki að framkvæma eins og þú vilt vera að framkvæma. Þannig að þetta var alltaf smá svona togstreita og tók mér alveg langan tíma að finna svona jafnvægi í þessu og þurfti þá, sko sérstaklega mínum seinni árum, þá núna senastu 2 ár hef ég verið að minnka lyftingar við mig þegar ég var bara of stór og þar að leiðandi ég bara að flytja miklu meiri massa sem súrnar þá hraðar og sérstaklega vera í þá 200 metra sundi sem tekur 2 mínútur sem svona eins og gróflega bara eins og 800 metra hlaup. Það einhver lína þarna þar sem að hvert auka gramm af kjöti sem þú setur á þig mun bara hæja meira á þér. Þannig að ég var svona oft að dansa við hann og sérstaklega aðranda ólympíuleika að byrja að minka verulega við mig lyftingarnar og líka í loka árs 2003 bara kom alltaf stór og þungur alltaf lengi að ná mér sko, endurheimtin. Þannig að þetta búið að vera en svo náttúrulega þegar maður var aðeins yngri þá, og sérstaklega þegar ég var 2017 til 2019 þegar ég var ekki, viss hvað framhaldið myndi vera með sundi, þá bara mér að gera þetta upp á gamanið með vinnu þá sko og þá var ég að ferðast í vinnu, var svo þannig að alltaf mánudagsmótnum flög ég út til kunnans og svo flög tilbaka heim til Boston á 5. og þá var oft ekki tækifæri að vera í laug, þannig að ég kannski æfði 3-4 sinnum helgar en lyfti svo kannski 5, syndi þá 3-4 sinnum helgar en lyfti svo kannski 5-6 sinnum í vikuna. Það var komur alveg hrottalegur út í því sko, risavaxin og það var geggja tímabilið þegar maður 2020 þegar maður byrjaði að minka aðeins lyftingarnar, fara kannski 3 í viku en bætti sundun inn þannig að maður fekk þolið aftur og var fullkomið svona blandi að ég vera ótrúlega sterkur en samt með sundtólu og þá mætnaði ég klikkuðum tímum sko í stuttöluðinni sérstaklega auðveldur að vera þyngri í henni sko. En já, lyftingar hafa verið svona ekki beint vandamál en erfitt að fullkomna það. Já, tengi við það, já. Skilu. En hjálpa gífulega. En hvað heldur að þú gerir núna þegar þú ert að fara að hætta? Heldur að þú takir eitthvað svona bara verður svakalegur í rættinni eða verður þú bara allt í svona grannur og nettur og í jakkafötunum þínum eða verður þú svakalegur? Allavega það sem ég svona hugsaði að gera að mér langar að fá smá sko, auðvitað hefur búin að vera einhver félagslega þáttur í sundinu en það hefur ekki verið svona kannski aðalpælingin með íþróttunar þannig að gera eitthvað félagslegt klála með íþróttir og mér finnst rosa gaman að lyfta þannig að ætlum maður platið sig einhvern veginn inn í eitthvað crossfit eða Hyrox hvað sem vinsælt núna bara til þess að halda meira svona auðvitað halda líkamanum hraustum en fá félagslega þáttinn aðeins meira inn í þetta sko. Já, erfitt að synda á spjalla. Já, líka bara það er ekki mjög margir sem eru á þessu elitu leveli með manni sko. En hvað hefur þú lært sem að þú myndir vilja svona aðrir hvað ég segja, svona læra af þér? Eitthvað svona, ertu með eitthvað svona það var kannski djúp spurning ekki farið með þetta svo margar áttir en hvað hefur þú lært svona þínu ferli sem að þú myndir svona vilja láta aðra læra af hvað ég get ekki eins og komið þessar spurningar fram já,
kannski fyrst og fremst þú mátt aldrei sjá eftir því að setja þér einhver fáránleg markmið og vera kannski smá heimskur og bara eins og ég sagði þarna í ræðinu bara hoppa út í djúpulögin og sjá hvað gerist. Láta vaða og eins og manneskjan sem að ég er í dag er svo ótrúlega mikið mótuð út frá því sem að út af þeim hlutum sem ég hef rekist á leiðinu á toppin, það sem ég hef gert vitlaust og þurft að bakka út úr og finna betri leið og alltaf bara mótlæti sem maður hefur lent í, þannig að og það er bara partur af þessu og það er okkur það besta sem ég bý að þegar ferillinn búið núna, þannig að kannski fyrsta lagi þetta mun sökka það er líka partur af þessu, bara ekki halda þetta að vera eitthvað dans á rósum, þetta enda á að sökka og það er partur af því sem þú ert að skuldbinda þig að fara gegnum sökkið og það er líka það sem mun móta þig og gera það miklu betri manneski. Já, bara eins og getur bara spurt sjálfa bara eða myndi ætla að búa til einhverja manneski sem er með sterkt hugafar og er framsækin og stefnir langt, myndir að vera búin til einhverju tölvuleik, myndir að láta hana bara allt ganga upp og allt vera auðvelt og allt vera að dansa á rósum. Það er ekki aðferðin sem myndir fara að búa þenni manneski til, sko. Nei, ég held að sé rétt þér. Og það er líka bara, þú veist, við erum öll að fara að gangi í gegnum ýmislegt. Og það sem hefur svona mikið, sérstaklega seinni tíð, viðhorf mitt á lífinu, kannski þegar maður sérstaklega yngra þá lífið er geggjað og svo kemur eitthvað fyrir og það var allt sökka og það var svona auðmingja ég, nei, en núna í seinni tíð eftir allt sem það gengi gegnum og þá er þetta bara, lífið sökkar en það er þitt að gera það gott. Það er á þér að búa til aðstæður þar sem að þú þrífst í og ert að njóta þenni. Já, nú erum við bæði búin að missa feður okkar á svipuðum tíma. Finnst þér þetta hafa áhrif að þig og bara hvernig þú horfir á lífið? Já, klálega, þetta breytir bara hvernig sérstaklega með að halda áfram í sundinu að maður auðvitað átti ekki að hugsa bara að lifa bara í núna og gera einhvern veginn framtíðarplön en oft þegar maður einhvern veginn gerir sér framtíðarplön þá áttar maður sig ekki á því að þetta getur allt bara horfið á bara mista allt á einni stundu, þannig að maður eins og núna með stundu, þetta var klálega ekki skynsamleg fjárhagsleg ákvörðun að fara í þetta en ég met þessar upplefanir og þessar tækifæri sem ég fengið miklu meiri en það er ekki hægt að setja verðmat á það og það eru ákveðnir hlutir sem getur bara gert í lífinu núna, eins og ég gat bara verið afgreiðslumaður núna og þá var það eitthvað sem að tækifæri sem langaði að grípa. Núna hef ég vinn bara 10 árum lengur og jafnum út þannig, það er allir eldaskóð sem er en þetta er bara, þú veist aldrei hvað þú hefur í hendi. Nei, og alls konar tækifæri og alls konar tækifæri koma upp og eitthvað, ég er sammála, ég horfi aðeins öðruvísi á þetta og ég verð eiginlega að finna þegar ég er að fara í síman, það var svo fyndið að ég var að flytja og ég fór í gegnum allt dótið sem ég var með heima og fann einmitt, maður sá hvað setti ég þetta, hérna er þetta, fann einmitt gamla íþróttadagbók sem ég var með og ég skrifa þetta sem sagt, það var seinasta sumarfrí sem að fjölskyldan fór í saman ára pappi varð muni veikari og það var svona sumarið og þetta var sumarið 2020 og hann fellur frá 2020 veturinn og einmitt, það að fara að hægast á honum verulega og það átti fór maður að sjá bara hellinga hlutum sem maður tekur sem sjálfsögum hlut en ég gjörði það alls ekki, af því að þarna var ég á smá svona krossgötum hvort ég myndi það bara skuldbunda mig að sundinu næstu 4 árin, af því að það er ég veit ekki, það hljómar rosa ég veit ekki hvernig
hvernig hljóma þessi ég skuldbundin sig einhverju 4 ár til hljóma ekkert fyrir ekki að vera rosa langt en bara sko líkamlega álagið og andlega álagið sem fylgir því að segja ég ætla bara að hugsa sundnast í 4 árum til þess að toppa einhverju einu móti þetta smá klikkað að segja þetta sko og þetta er sérstaklega þegar maður er eldri að taka þessa skuldbindingun, hún rosalega erfið og ég skrifaði niður og þá er einn ákvæð hvort ég ætla að fara bara 100% full, að vera þá bara prósundmaður og upplifa það eða þá að hætti þessu rugli og bara fara, veit ekki, vinna og gera eitthvað sem skynsamlegt. Já, ekki segja hætti þessu rugli, þetta er bara lífstíl, en allavega, og þá ég skrifaði þetta niður ensku, þannig ég lesa þetta ensku. Já. Life is full of choices, crossroads and difficult decisions that have no single correct answer to them. Over the past couple of weeks, it's become quite evident to me that what matters most is to live life to the fullest, no matter what the situation you find yourself in. Finally, I had the chance to write the most exciting chapter of my life, the pro swimmer chapter. It won't be the easiest one to write, but it'll be the one where I'll truly understand what it means to be myself, chase my dreams, and live life. Life is now. Það ótrúlega fyndið að lesa þetta eftir á að hafa skrifað þetta niður og horfa svo tilbaka allt sem hefur gerst á seinustu 3-4 árum já, mér höfðum að gæsa bara við að horfa tilbaka en þetta er búið að vera rússibanni og helling af svona erfiðum köflum en á saman tíma bara náð afrökum sem maður dreymdi aldrei þetta dreymdi maður en einhvern veginn gæti ekki eins og gefa sér í huglundi myndum vera veruleika. Nei, og þetta er draumur margra sem rætist ekki það sem þú ert búin að vera upplefa þannig að það er frábært. En núna ert að fara að byrja að vinna. Einmitt. Þú ert að fara að vinna hjá HS Orku. Já, passar. Og hvað, þú ert bara að fara að byrja núna í næstu viku. Einmitt. Og ertu spenntur fyrir þessu? Ótrúlega spenntur. Já. Þegar ég útskrifast úr háskóla og fór á vinnumarkaðinn þá þessi var mér auðvitað tilbúin í vinnu og gæti alveg skila á sér verkefnum en maður svona vantaði aðeins kannski betri stefnu og svona aðeins að undirbúa ýmis önnur verkfæri og það er alltaf bara partur af því að eldast og þroskast en já, svona sjaldan upplifum ég tilbúin í að fara í eitthvað nýtt verkefni þannig að ég er mjög spenntur fyrir því. Herðu, en svo bauðstu þið líka fram í alþjóða ólympíunefndina núna ólympíuleikana og langaði áfram að berjast eitthvað fyrir íþróttalífinu? Já, ég ákvað að bjóða mig fram í þetta sumari 2003 og þá var þess að var manni boðið að taka þátt í þessu og ég ákvað að slagstanda því að maður brennur bara fyrir málefnum íþrótta og þá var ekki mann ákveða hvort ég myndi enda á Íslandi eða ekki. Nei. Og þetta hljómaði rosa vel á þeim tíma sem ég byrði fram í þetta og svo ég með núna því ég búin að ákveða að flytja heima þá er svona, auðvitað hefði verið gaman að fá kjör og þá var þetta verkefni sem að vera skuldbundin í 8 ár en svona einstinni þá er ég smá gladur að það gerðist ekki að því að ég held að þessi ég hefur nóg að taka hérna heima og þannig að þá get ég einbeitt mér miklu betur að því að bara vinna úr ýmsum málundum hérna heima þannig að ég mun láta heyri mér. Já, nú þekkir þú örugglega bara manna best hvernig er að vera íþróttamaður í Íslandi þannig að þú hefur örugglega ýmsar hugmyndir og ýmsar ráð. Já, en líka sko þetta er svo fyndið, ég er náttúrulega búin að vera erlendis svo ótrúlega lengi náttúrulega fyrir út í háskóla 2013 og komur núna heim 2024 og ég ætla aldrei að vera úti svona lengi og eina ástæðan af hverju fyrir út í fyrsta lagi er að því að það var ekki hægt að samræma sund og frekari menntun heima. Þannig að maður hefur alltaf verið svona smá neyddur í að fara út. Þetta hefur alltaf verið eina sem er í boði. Já. Og mér hefur alltaf langað að vera heima. Þannig að mér langar bara að breyta eins og til eins og betra hérna heima til þess að getum farið að framleiða toppklassa íþróttafólk sem að en það kann maður að segja, þarf ekki að flytja heiman eða búa erlendis ef þetta eru einhver aðstæður, einhver íþróttir sem að það til miður er þannig eins og að ætlar að skíða íþróttir þá bara landið býður ekki upp aðstæður til þess að vera að æfa það heima en samt búið á Íslandi sko Nei, en
þú átt ekki þurfa að vera að langa að vera topp íþróttamaður og neyðast til þess að flytja frá Íslandi til þess að gera það. Ef þú getur að fara í æfingabúðir erlendis og reynda kannski alltaf einhverjum smá sól af og til en það er engin ástæða fyrir því að þetta mér geta gert þetta heima. Við líka það sýnt sig síðan þetta ekki, við erum með efniviðin, við erum alltaf við erum ekkert eftirægin einu sem heitir úlingameistaramótið eða eitthvað þannig, það er bara þetta skref sem að fara að taka upp á hæsta levelið og það er bara miklu starra en að koma að segja, fólk gerir sig kanni fyrir. Það var gott að hafa mann eins og þið sem með passion fyrir að breyta hlutunum. Ég spennt að fylgjast með. Já, það verður gaman, það verður fjör. Og heldur að þú verður alltaf syndandi þegar þú gamall kall verður þá í pottunum aðeins að synda og hreyfa þig og Já, ég vona það. Mér finnst það skemmtilegast að ég saknaði, bara það var stærsta sem ég saknaði þegar ég var út í Bandaríkjunum, að geta ekki farið í pottin eftir æfingar og ég veit ekki, bara spjalla líf og daginn við bara eitthvað fólk sem hittir þar sko. Þetta er svo skemmtilegt. Ég elska að vera í Sundi í Íslandi. Líka fyrir okkur að leika mér í sjósundi og ná til. Kannski ferðið þríþraut? Nei. Já, ég er búin að prófa það. Ég það einu sinni og ég er bara búin. En er eitthvað fleira sem við langar að koma framfæri? Svona þannig við lókum þessu. Einhver skilaboð? Einhver skilaboð? Eitthvað. Við erum allavega bara spennt fyrir að fylgjast með næstu skrifum hjá þér og bara þakka þér fyrir þitt framlag Íþróttir á Íslandi. Já, takk fyrir, þetta er ekki búið, það mun vera meira. Já, ég er mjög spennt. En erum við góð þá? Það er ekki bara. Jú, takk fyrir að hlusta og við viljum þakka samstagsæðalum Klefans kærlega fyrir stuðningin Auður, Útilíf, Nútrleng, Lemon og Hafið fiskverslun. Og ég þarf bara high five núna hérna. Ég var ánægð með þetta. Takk fyrir. Það er gaman, takk. Takk fyrir að hlusta og gangiði vel að elta þín markmið. Klefinn með Silju Úlfars.